Við erum komin hér að Laugarbökkum til Janusar Halldórs Eiríkssonar, hestamanns, þjálfara og snillings. Komdu sæll og blessaðu, Janus. Blessaðu, Gísli, velkomin. Þú stendur hér inn í stíu hjá henni Nölu frá Varmá sem eitt eftirtektarverðasta hross vorsins á kynbótasýningum, þar sem hún fekk 9,5 fyrir tölt meðal annars, 4 ára gömul. Til hamingju með það. Já, þakkaði kærlega fyrir. Hvað geturðu sagt mér þessa hryssu? Hún náttúrulega bara alveg einstök, hvað var það geðslag? Já. Vill allt fyrir mig gera. Hún það sem að mér finnst svona stærsti kostur með hana það að hún getur lagt sig alveg ótrúlega í verkefnið og sett mikinn kraft í það og svo jafnframt alveg slakað á, alveg og dottið niður á fet og bara allt í rólegheitum. Hún fekk, eins og ég sagði hér áðan, strax 9,5, hún fekk þá yfirlitið, það ekki? Hún fekk 9,5 á yfirliti, já, en átti samt alveg feikna fordóm og það sem kannski, það sem einkennir hana náttúrulega, hún alveg ofboðslega rúm, alveg, kemst alveg og ég var afrið það bara snemma í vetur, hvað hún bjóði yfir miklu rými og það þurfti ekkert að æfa það neitt sérstaklega og þannig að við vorum bara ósköp róleg og já, hvað ég segja, bara ég vissi að það bara bjóði í henni og svo bara neldum það ég vor. Já, varst ekkert að gera þá hún byggi yfir þessu og varst ekkert að monta það á hverjum degi? Nei, alls ekki og ég hafði það svolítið með hana. Ég byrjaði á henni í haust, gerði hana reiðfara og gekk alveg ofsalega vel og svo hafði ég með hana bara, hún var það ofsalega fljót til, tamdi hana samt svolítið mikið bara í rólegheitum og svo bara í maí þá höfðu það bara frekar rólegt og söfnuðum bara krafti og það skilaði sér. Já. Hún náttúrulega stendur vel að hann eitthvað tölt eiginlega varðar undan Concertor Hofi og Bríett frá Varmá. Já. Concert náttúrulega vel þekktur hestur. Hvað geturðu sagt okkur um Bríett? Bríett var og líka með 9,5 fyrir tölt. Hún með þetta einstaka rými og Bríett undan hryssu frá Kjarnholtum, Hörpudís frá Kjarnholtum og þaðan held ég að komi þetta ofboðslega rými. Og þær eru að mörgu leyti mjög svipaðar. Þessi betur gerðari, hún hærri á herðar. Já. Og já, það er margt líkt með þeim. Já. Og svo ég held að það hafi bara heppnast að ná því góða á báðum foreldrum. Já. Þau farið vel saman. Já, þau fóru óskaplega vel saman. Og hvað er stefnan með hana? Ég sé þú ert ennþá með hérna inn á járnum þrátt fyrir að hún hafi lokið vorsýningum. Við erum að stefna á landsýningu. Já, fjórðungsmót. Já. Og svo fer hún bara í frí. Já. Og svo bara stefnan sett á landsmót á næsta ári. Ég ætla ekki að halda henni og aðeins að hafa gaman að henni. Já. Fá að njótunar, það er rétt hjá mér, þú varst með mömmunar eitthvað í töltkeppni, ekki? Jú, ég sem sagt var með mömmuna sem sagt veturinn eftir að þessi fæddist en það var svo sem ekki að lukkast neitt sérstaklega, hún hefði þurft meiri tíma en ég bara tímdi ekki meiri tíma og sett hana svo aftur í ræktun. Já. En þessi ætlar að leyfa þér að vera með þessi eitthvað þá í keppni eða eitthvað búin? Nei, hún fer beint í ræktun eftir næsta ár. Það er bara landsýning núna, landsmót á næsta ár og svo... Já, svo beint í ræktun. Ég held ég tími því ekki að vera að leika þig? Nei. En þú ert bæði ræktandi og eigandi? Já. Ég er bæði eigandi og ræktandi og... Þegar þú fórst með Bríett undir Concert, hvað varst að sækja? Ég var náttúrulega að sækja meiri fótahæð og þennan léttleika úr Concert og ég heillaðist náttúrulega alveg ofboðslega Concert þegar hann var 4 vetra og eins og fleiri og já, og það bara, ég held að það hafi tekist bara ágætlega. Já, ég sýnist það. Finnst þér, nú er þetta 4 vetra hrissa sem fer frekar létt með þetta verkefni að koma fram í kynbótum. Erum við ekki bara ágætis leið með það eða er eitthvað sem við erum að gera vitlaust í þessu öllu saman? Ég held að við séum bara á góðri leið með það
og ef þau eru tilbúin og eiga svona létt með þetta, þá þetta ekkert mál, en svo það aftur á móti öfugt náttúrulega ef verið að þvinga þau í eitthvað, þá það náttúrulega að samaskapi ekki gott. Nei. Við erum að fara að valja 4 ára trippi sem að kemur til dóms og gerir vel náttúrulega frábært hross og tala nú ekki ef það fer í viðlíka dóm og nalagerði. Já. Og það kunsti náttúrulega að reyna að það fín lína með svona hross sem að leggja sig svona ofboðslega fram. Það fljótt að fara í vaskinu við að fara úr gist. En að því nú komin hingað til þín að Laugarbökkum, viltu ekki taka þér nokkra mínútur og sýna mér aðeins aðstöðuna hjá þér hérna? Ekki málið. Þú með nokkur hross hérna inni? Já, hérna nokkur hross inni. Þetta nú svona verið að setja inn og út svolítið núna og alls konar. Og hérna til dæmis Hrissan Blíða frá Laugarbökkum sem ég hef verið að keppa heilmikið á í tölti. Hún með góðan kynbátadóm og farið bara í feiknatölur í tölti. Við ætlum líka á fjórðungsmót. Já. Þú slepptir Íslandsmót í ár eða? Já, sleppti Íslandsmót í ár og ætla með hann á fjórðungsmót og ásamt Nölu. Já. Svo sýn ykkur reiðhöllina hérna. Já. Hvað ertu með pláss fyrir mörg hross hérna? Hérna hægt að vera með 30 eitthvað hross í einstasta stígum. Já. En þetta eru nú 2 stígir svo sem. Já. Hér hestur Sigur frá Laugarbökkum sem að ég að stefna mig í keppni núna í sumar. Undan Barða? Undan Barða og Örk frá Varmá. Já. Og Barði nú að koma ansi vel út sem kynbátahestur. Já. Og það gaman að því að það að koma svolítið mikið núna að meirum undir hann sem að fólk að kynnast afkomunum og líkar og að koma aftur. Já, það góðsviti. Já, það mikil meðmæli. Já, og hann búinn að skila mikið núna í vor af hrossum í kennsbrautina. Já. Og það mjög jákvætt. Það var náttúrulega og ótrúlegu gæðingur að Barði, ekki? Já, æðislegur hestur. Alveg ótrúlegur með þetta gæðslag og svo sjálfberandi. Já. Það finnst mér ofsalega góður eiginleiki. Hann ekki að leggjast á taumana og... Nei. Hann alveg eins og silki þar, sko. Silki þar? Já. En hvenær þessi aðstæða, þessi fína aðstæða, hvenær hún byggð upp á hvað árum? Já, þetta byggt upp hérna, þetta búin að vera bara svona í þróun bara jafnt og þétt síðan 2002-2003 eitthvað svoleiðis og alltaf verið að bæta og gera betur. Já. Og hér aldeilis fínt reiðsvæði? Já, alveg fullkomið og hér hitaveita, alltaf heitt og fínt og já, þetta gerist ekki mikið betra. Og reiðleiðir hjá þér eru frábæra? Já, frábæra. Við erum hérna með 5 km hring sem gott að reka og já, bara alveg frábæra aðstæða. Alla staði. Og ertu bara einn að ríða út eða? Já, ég einn að ríða hérna út núna og eins og og hérna, já. En ertu á veturna með starfskraft? Nei, ég hef verið einn núna en við höfum nú verið stundum fleiri og það bara allur gangur á því. Heyrðu Janus, ég þakka þér fyrir spjallið og kynningun á henni Nölu og aðstöðun hjá þér. Víst, þú ert ekki að fara að vera Íslandsmeistari, þá segi ég bara gangið vel á fjórðungsmóti. Já, þakka þér kærlega fyrir.